Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi í miðju stríði. Við höldum áfram að sitja hérna og reyna átt okkur á þeim tímum sem við lifum, hvaða merkingu þeir hafa. Og til að hjálpa mér í kvöld er komið hingað góður hópur af fólki. Það er Gauti Kristmannsson, hann er prófessor í þýðingafræðum upp í háskóla. Eva Bjarnadóttir, hún er stjórnmálafræðingur. Atli Þór Fanndal, hann er framkvæmdastjóri Transparency International á Íslandi. Og Anton Helgi Jónsson sem er skáld. Ég fekk ykkur hingað til þess að svona spjalla við mig hvaða svona merkingu það hefur að lifa á stríðstímum, hverju þetta breytir, hvort að við finnum fyrir svona ugg og ótta, hvort að heimsmyndin okkar sé breytt, hvort að hugmyndir okkar hið illa og hið góða hafi eitthvað breyst, hvernig sem að samfélagið þróa síðan. Kannski eðlilegt að ég byrja á þér, Anton Helgi, og óskettir hamingju með ljóðabók sem varst að gefa út í dag. Takk. Og hún heitir, hvað heitir hún? Hún heitir Þykjustuleikarnir. Já. En já, þetta er svona leikur í þessu nafni og það er mikil alvara í þessari bók og gleði, en það er svona það gerist mikið í sirkus og leikhús, en það er svona, ég er að leika mér með hugmyndina lífið sem leikhús eða sirkus eða eitthvað þess aftar. Segðu mér að því að kalla á okkur til þess að ræða eiginlega svona stríðið og hvaða áhrif það hefur á okkur sem einstaklinga og okkur í samfélagi. Þegar maður er að yrkja svona alla daga, læðist stríðið inn í ljóðin? Já, ég hef náttúrulega núna undanfarið þá hefur þetta sótt mjög á mig og ég hef nú reynt að það er kaldhæðnislegt, maður fer að kynna sér sögu Úkraínu og reyna að læra eitthvað menninguna og að fletta upp einmitt úkraínskum skáldum og heyra hvað þau eru að segja. Ég hef reynt í gegnum önnur tungumála að þýða nokkur ljóð eftir skáld frá Úkraínu og þannig að fá skilning á ástandinu. Og er þetta er þung saga sem þú ert á að lesa og kynna þér? Svona, já, það setur eftir tilfinningunum að við séum svona veigalítil og það séu illmenni sem að þjösnast á okkur, oft og iðulega. Já, en það kemur líka ég hef verið að lesa til dæmis skáld sem heitir Sherry Chapman sem er mjög aktífur og hefur verið í aktivisma í Úkraínu lengi og eftir að stríði byrjaði 2014 þá hefur hann ort mikið það og maður sér á því sem hann er að skrifa að þó með því að nota orðið, með því að tala, þá er hægt að vera með andstöðu, birta ný sjónarhorn, vekja vonir, þó að með því að segja frá hinu illa eða þeim vondu atburðum sem vera að gerast þannig. Þetta sé leið til þess að lifa, að það sé að tala og tjá sig. Já. Það erum við svolítið að gera hér, við Rauðaborðið. Við erum alltaf að gangi í gegnum ykkur óvissu, við gengum hérna í gegnum heimsfaraldur og þannig við byrjaði Rauðaborðið. Þá vorum við að reyna átt okkur á því hvað þetta þýddi eiginlega að vera undir svona einhverju ógn sem enginn almennilega skildi. Og þá verður maður að byrja að tala og það er ekki alltaf vitið því sem maður segir til að byrja með eða hvað, Anton, eða vitið því bara ef maður hvernig getur maður tryggt að segja eitthvað vit í því sem maður er að segja og reyna að skilja svona viðburði sem er raunverulega stærri en maður getur skilið sjálfur. Á maður verður vit í því sem maður segir, saman hvað maður segir? Já, það fyrsta sem maður þarf að gera við svona aðstæður, það er að kasta burt hugmyndin að þurfi að vera alltaf eitthvað viðbúið sem maður segir. Það getur einmitt verið vitleysan sem að leiðir mann fram til einhver sannleika. Og það að geta stundum bara bullað og reynt eitthvað að segja. Og að því hún nefndir þessa nýju
bók mína sem ég var að gefa út í dag, það ég get ekki sagt að stríðið sjálft komið þar við sögu, en þar þó undirlíki, ég svolítið að dissa svona ákveðna gerð af karlmennsku í þessari bók og þá bulla ég mikið og geri grín að ákveðinni karlmennsku og eina leiðin oft einmitt bara að gera grín og gera bull og vitleysu til þess að sjá í einhverju öðru ljósi heldur en til þess að maður sér dagsdaglega bara í fjölmiðlunum, sko, þar sem alveg yfirþyrmandi orðræða sem maður sko, getur ekki náð utan einhvern veginn. Misskilningur upp að skilnings sagði Guðbjörg Bergsson, einhvern veginn, ég man ekki hvort hann var að þýða eitthvað eða hvort hann hafði þetta datt út úr honum sjálfum, en hann á kött sem heitir Pútín, ég veit það. Það ekki lengur fyndið. Já, hann var nú kötturinn var skýrður áður en að innrásinu var. Herðu, Eva, það hérna, Anton að tala um karla, þú ert stjórnmálafræðingur og hefur fjallað öryggismál. Er eitthvað svona vinkill á þessu? Er þetta stríð, er þetta karlastríð? Já, mér finnst þetta áhugavert, það sem kom upp í huga minn þegar Anton var að tala karlmennskuna og ég var að setja það í samhengi við þetta stríð. Það var hversu mikill spegill Zelenský forseti Úkraínu á karlmennskuna sem að Pútín sýnir og hvað þeir eru ofboðslega ólíkir og svona kannski einhverju leyti svona karlmenn frá ólíkum tímum og með náttúrulega ólíkar hugmyndir hvernig heimurinn eigi að vera og það svo áhugavert líka að hugsa með hvaðan Zelenský kemur af því að hann kemur úr listum og hann hefur leikið forseta áður í sjónvarpsþáttum og það svo áhugavert við listir og það sem að Anton gerir að svona hlutverk listamanna ofta að taka það sem ljótt og það sem sárt og þjáninguna og búa til eitthvað fallegt úr henni. Og mér finnst það vera svo aðdáunarvert við það sem að Zelenský að gera og ég held einhvern veginn, það svona mín trú eða ég svona horfi þannig á það að það sé hans bakgrunnur sem að koma svo skýrt fram í hvernig hann að leiða áfram svona baráttuna fyrir sínu landi núna að hann að gera það með því einhvern veginn að kalla fram von en hann gerir það ekki með því að með einhverju svona falskri jákvæðni eða einhverjum svona skrípaleik heldur einmitt bara með því að segja sannleikann og tala hlutina eins og þeir eru og þá verður maður svo meðvitaður hvað við erum óvön því að tala hlutina eins og þeir eru og þetta minnir mann á og ég man að mjög snemma í þessu ferli allir saman og þá fór fólk að rifja upp þegar Jón Gnarr var borgarstjóri því að hann var líka kemur úr leiklist og úr gríni og hvernig hann einhvern veginn sagði sannleikann og heillaði fólk með sér í því. Þannig að mér finnst einmitt, jú, leiti þetta mikil karlmennska og eitruð karlmennska en hún kemur mjög mikið frá Pútín og kannski því bara þessum hefðbundnu orðræðu í kringum stríð sem að verður alltaf. En mér finnst Zelenský algjörlega brjóta það upp með sinni framkomu og sinni orðræðu og ég finna að ég vona svo mikið að hann haldi því áfram af því það auðvitað líka örugglega kemur einhver tímapunktur þar sem að það verður erfitt að halda í þessu miklu von ef að það fer ekki að gerast eitthvað meira jákvætt í þessu stríði. Þú segir að Pútín gamall og Zelenský ungur, alltaf mun ekki, þetta svona mannsaldi eða svona, þetta eitthvað kynslóðin, ekki Pútín að vera 70 og hann ekki bara eitthvað fertugt, Zelenský eða eitthvað þar bil. Þetta þá, gæti það vera þannig að það sem að Pútín stendur fyrir verði skilið eftir í sögunni eða getur það verið að þetta komi aftur, að við höldum að við séum að þroskast og þróast en síðan bankar bara forneskjan aftur og getur forneskjan unnið nútímann?
Ég held að sagan fyrir náttúrulega í hringi og ég held að þessi tilfinning sem við höfum alltaf haft framþróun auðvitað að einhverju leyti fölsk, að einhverju leyti við bara framþróun því að tíminn líður áfram, en ég held að hugmyndir koma alltaf aftur og við getum alltaf átt von á að einhverjum skonar afturför svona hugmyndafræðilega. En mér finnst líka áhugavert við þetta kynslóðabil þeirra á milli líka að spegla í viðbrögðum hér á Íslandi. Af því að mín upplifun var að þetta hafi verið, þetta stríð var að einhverju leyti einhvers konar svona áfall fyrir fólk sem eldra en ég og að því að það upplifði kalda stríðið og ég var svo lítil þegar kalda stríðinu lauk að ég einhvern veginn á ekki þessar minningar það. Það var ekki þetta áfall að upplifa kalda stríðið fyrir mig. Þannig að ég tengi ekki svona sterkt við það, en maður fann það svo skýrt hvað þessi kynslóð fólks sem kynslóð Pútíns var að held ég að endurupplifa rosa margt við þessi innrás og var að tengja og rifja upp rosa margt aðstæðurnar og fór að upplifa aftur kjarnorkuógn og ég held að þetta hafi rótað rosalega mikið í eldri kynslóðum sem að upplifa kalda stríðið og það sé kannski ekki sami skilningur á stríðinu milli kynslóða. Og ég held að við sem að kannski eigum ekki að skýra minningar kalda stríðið eða upplifum það ekki, upplifum þetta stríð öðruvísi. Gauti, já, fyrirgefðu. Ég ætlaði að fara með þetta til Gauta því að hann eldri en þú. Já. Gauti, ég verði að koma með þetta til þín. Þetta sérstakt áfall fyrir þína kynslóð? Já, ég var tæplega 30 þegar múrinn féll og ég man að það, sko, ég bara, mér fannst bara eitthvað, ég veist ekki hvað hafði gerst, sko, og ég tók bara aðra stefnu í lífinu í tíma, sko. Þannig að þarna, það var rosaleg breyting, rosaleg straumhvörf þegar að múrinn féll og svo ég fór til Rússlands nokkrum árum seinna, 2-3 árum seinna, sko, heimsækja kærustuna mína sem var þar í námi og maður sá svona hvernig við fórum borgar sem til Kazan og maður sá hvernig þetta var svona og ég meina það verslanir voru ennþá eins og ríkið á Lindargötunni í gamla daga að maður fekk allt rétt yfir einhverja glerskápa og svo framvegis og þetta var ennþá mjög frumstætt en þá fann maður einhverja í lofti hjá fólki í Rússlandi og svona maður hafði svona, já, gerði sér vonir eitthvað betri tíð. Það var að vísu kemur þarna inn í sko Kúveit 91 og svo framvegis og þarna. En svona einhvern veginn, kjarnorkuógnin hún fór eitthvað. Og svo þegar Pútín hótar að nota vopnin aftur, þá bara, já, ég man eftir svona, sko. Og það var það sem ég finnst óþægilegast, sko. Því hann verðist líka bara hann talar þetta nú kannski bara svona gorgeir, en þarna, hann samt með óbóðslegt magn af kjarnorkuvopnum og þeir eru með einhver taktísk vopn sem hægt að svona nota á vígvellinum, jafnvel eða eitthvað talað Ég líst bara ekkert á það, sko. Og þarna, bara, já, ég finn ugg í brjósti út af þessu, öllu svona. Hvernig þetta þá? Þetta þá að kalda stríðið var náttúrulega ógn og þá var kjarnorkuváin yfirvofandi og sem leiddi til þess að almenningur á Vesturlöndum barðist gegn því og ýtti á afvopnunarviðræður sem að mögulega leiddu til einhverja afvopnunarsamninga sem að voru á þessum tíma. En einhverju þótt að sko, Sovjetið hafi verið þessi mikla ógn og mikli andstæðingur að þá var taumhald á kjarnorkuvánni en svo þegar Sovjetið fellur og einhverjum 30 árum síðar að þá kannski rís upp ógnin kannski sterkari heldur en áður var Gauti, getur það verið? Já, við séum eiginlega nær ógninni núna heldur en við vorum þegar við óttuðumst þegar við vorum á 30-aldri. Já, ég hef þá tilfinningu núna að þetta sé ískyggilegar en þá, sko. Og þarna, ég meina, þá var að vera að sína svona myndir eins og þræði og þú veist hvernig heimurinn liti út eftir kjarnorkustyrjöld og
og það voru það, sko, það var líka svolítið þessar blokkir, ég meina, Sovjetríkin og annað, það voru einhverjir vinstramegin sem kannski töldu það ekkert að finna versta og svo framvegis og sérstaklega eftir að Gorbachev komst til valda, en þarna, og maður fann svona slökunina, það var nú bara detent stefnan þarna hjá sérstaklega hjá vestu þjóðurum, en þarna, núna þetta ekki einhvers konar, ég meina, Rússland kapitalískt kerfi, en það bara einræðisríki og það byggir meira bara á dyttum eins mann, sko. Og þarna, mér finnst þetta, jafnvel meira ógnandi heldur en þegar ég var ungur maður, sko, milli 20 og 30, sem maður var að fylgjast með þessu. Anton, má ég spyrja þig aðeins áður í fættir alla því að þú ert að þessari sömu kynslóð. Er þá svona söguþráðurinn í ykkar kynslóð orðin bara svolítið rugl? Ég tek nú ekki alveg undir með Gauta með að mér finnst ógnin vera meiri núna kjarnorkuógnin. Það önnur ógn einhver. Og ég þrátt fyrir allt, sko, ég hef trú á því að, sko, að ný kynslóð, Zelenski og yngra fólk sé almennt hvar sem að það statt í heiminum, það komið með ný viðhorf sem að ég hef trú á. Og við þurfum aðeins meira, ef við fáum aðeins meira tíma, þá mun ný kynslóð koma með nýja von og breyta tíma, held ég. Ég held að þetta séu dauðateygjur einhvers kerfis, ekki bara, sko, Rússlands heldur, þessir kallar búnir að vera eins og Putin og kompani, sko, hvar sem þeir í heiminum. Ok, þá fer ég til æskunar, Atli. Þetta þannig að við séum að losna við þetta sem fjörbrot eitraðra karlmennsku og þessara kynslóðar? Ég veit ekki, en það samt, sko, það alveg svolítið merkilegt að sjá til dæmis hverjir raða sér í stuðning með Putin, sko. Við minnum svo ræða Orbán í Ungverjalandi. Hann nú svona held ég gott dæmi svolítið svona toxic masculinity og hann alltaf bara hálfgerður einræðisherra líka. En ég veit ekki alveg hvort að þetta sé þannig, en ég hef samt svolítið verið að velta þessu fyrir mig sjálfur að því að ég mani mitt ekki vel eftir kaldastríðinu sjálfur, nema þá bara í gegnum afa minn og kannski eldra fólk. En ég hef svolítið verið að velta fyrir mig hvort að þetta sé svo tilfinning sem hafi verið í kaldastríðinu, þetta í svona smærri skömmtum að það einhvern veginn stríð og það tekur svona tíma dagsins hjá manni og maður þetta hefur svolítið áhrif á mann en samt einhvern veginn ótrúlega lítil samt. Og þá meina ég, sko, að þetta svolítið skrítin tilfinning að vera á stríðstímum, þó svo hafi þetta verið stríð á minni ævi, að það sem að svona miðað við það sem maður þekkir í sögunni, að þá þetta svona hugsanlega eitthvað svona nýtt kalt stríð að byrja og byggir á einhverju svona að þér virðist hugmyndum sérstaklega Putin að Rússland einhvern veginn hafi ekki hlotið þann stað í heiminum sem að áttu skilið eftir með við stærð og mikilvægi. En ég hef svolítið verið að velta fyrir mig, sko, þú veist, var þetta svona? Þú veist, bara einhvern veginn, þetta hefur ótrúlega mikil áhrif en samt á sama tíma og bara, þú veist, hefur maður, veit maður hefur engin áhrif á þetta. Þú nefndir Orbán, hann var að vinna kosningasigur. Ég veit ekki hvort að Transparency hafi skoðun á því. Trúirðu þeim kosningumstundum? Hann var held ég að fá 58%. Ég reyndar ekki búin að kynna mér það, en ég hreinlega veit það ekki. Það sem ég hins vegar veit á þeim fáu sem ég þekki í Ungverjalandi, ég hef nú verið það svolítið, að þetta boðar ekki gott fyrir svona góða líf hjá meirihluta fólks. Það mjög erfið tilvistin í Ungverjalandi og Orbán. En hann
sem stjórnmálamaður hann afkvæmi þessa tíma, hann afkvæmi hruns Sovétríkjanna, hann var ungu maður sem að bjóð til, ég man ekki hvað hét, eitthvað samband ungra lýðræðissinna sem ennþá skammstöðurinn á þessu flokkans og hann var eiginlega hluti af svona vorinu í Budapest 89 hélt meðal annars ræður á torgum og fólk horfði til hans sem vonina sem að þeirra Gautir að lýsa þegar að Sovjetið hrynur og þá kemur svona vonum að allir geti tekið þátt í að búa til eitthvað gott samfélag og hann var leiðarljósið, þessi maður, Orbán. Ég veit ekki hvort þið viljið leggja út frá þessu, hvernig þetta getur snúist við. Já, ég meina, get ekki byltingastjörnur fallið eins og aðrir og svo líka maður sér það oft í svona fólki að svona, það verða til eitthvað svona söguleg minni oft var fortíðin ekki alveg jafn frábær og maður ímynda sér hlutir svona skána einhvern veginn með tíð og tíma og tími læknar all sár en ég eiginlega maður getur eiginlega ekki alveg skýrt þetta hvernig, en það svona þessi fortíðar þráhyggja, hún getur einhvern veginn, svona nostalgía getur tekið einhvern veginn völdin og svo virðist hún breytast í einhvers konar skrimsli sem að ekkert stoppar því að þetta bara, það einhvern veginn, já ég veit ekki, ég held að ég hafi ekkert meira þetta að segja, ég ekki að segja þetta. Nei, það sem ég reyndar sagan með hann að hann leitar að vinseldum í stjórnmálum og teygir sig verður sífellt þjóðernissinnaðri og sífellt stjórnlyndari, talar gegn þeim réttindum sem að unnust í 68 byltingun og eftir því og verður stjórnlyndari og þannig að einhver leiti hann bara dæmigerður svona populisti sem að að svara kröfum tímans og það náttúrulega einhver leiti þegar við erum að tala Sovjetið og hrun Sovjetsins að þá stjórnmálað þróunin eftir hrun Sovjetsins það sem að menn heldur kannski að hér bara frjálslynd lýðræðisleg stjórnmál að það eiginlega fer öfugt og breytingin kemur að einhver leiti að austan í þessu löndum eins og í Póllandi Ungverjalandi, náttúrulega Rússlandi, bara maður þorir varla að líkja neinum við Pútín en Orbán náttúrulega vinur Pútins og Le Pen sem var fjármagnuð af Pútín að sigra á í aðdraganda forsetakosningarnar í Frakklandi þannig að þessi stefna ef Orbán eitthvað leiti ógn þá hún raunverulega ógn eða ekki Eva í okkar í stjórnmálum okkar, það ekki sjálfgefið að frelsið og mannréttindin sigri? Nei, það það náttúrulega ekki, Við þurfum alltaf að standa vörð það og það svo áhugavert einmitt með populisma og sérstaklega svona þjóðernispopulisma, hvernig hann hefur birst, af því að hann birtist víða og ekki bara þarna í Austur-Evrópu, heldur náttúrulega líka hér í Vestur-Evrópu og við höfum séð eins og í Bretlandi og í Danmörku og víðar þar sem að svona stjórnmál normaliserast. Það að segja að þau verða hluti af venjulegri og aðrir flokkar og annað stjórnmálafólk fer að elta og tala með sama hætti til þess að reyna að höfða til einhvers ímyndaðs hóps sem að kalla eftir þessari orðræðu. Og það eiginlega þá sem þetta fer að vinda upp á sig og fer að vera svolítið svona spírall niður á við. Eins og við höfum kannski sáum að einhverju leyti með UKIP og í Bretlandi og sem að svona náðu kannski hámarki í Brexit og svo höfum líka séð í Danmörku þar sem að orðræðan útlendinga er búið að normalisera mjög harða orðræði útlendinga og sérstaklega flóttafólk og þar jafnaðarmenn farnir að tala með þessum hætti. Þannig að ég held að hættan í þessu felst svo mikið í að normalisera og fallast á orðræðina, að standa ekki með sínum eigin skoðunum
og heldur að reyna frekar að elta eitthvað svona ímyndað almenningsálit. Og maður getur hugsað að það sé örugglega svipað í Ungverjalandi að þar er kannski að einhverju leyti styttra þarna á milli og það hafa einmitt verið kenningar þú veist, af hverju gerist þetta á þessu svæði og það hafi verið vegna þess að það svo stutt síðan að múrinn féll og Sovétríkin voru til og það ennþá svo mikið af fólki sem að kannski finnst þetta kunnuglegra. Þetta bara kunnuglegri stjórnmál að einhver svona stjórni og sé með yfirhöndina en þetta sé ekki samtal margra flokka og ólíkra skoðana. Þannig að það hefur verið svona einn vinkillinn á þessar breytingar sem hafa orðið í Austur-Evrópu undanfarin ár og þjóðernispopúlisman þar að þetta sé svona kannski einhvers konar vani eða einhvers konar normalisering á þessum hugmyndum sem var á tímum Sovétríkjanna. Og þá gerist það sem gerðist í Danmörku og Bretlandi að það fara allir að fallast á eitthvað gildi sem að eru ekki hjálpleg og fólk stendur ekki nógu vel með lýðræði og mannréttindum. Ég kíkti svona eftir Sigurð Orbán á stöðuna í stjórnmálum víða Evrópu. Stærsti flokkurinn í skoðanakönnunum á Ítalíu bræður Ítalíu sem eru hægra megin við Salvini og þessi flokkur eru með vel yfir 40% fylgi á Ítalíu sem að fyrir bara einhverju síðan hefðu við bara kallað ný fasistaflokka. Vox það munar svona hans stærri heldur en sósíaldemókratarnir á Spáni, flokkur sem að síðast þegar maður kíkti, nú að íkja aðeins, maður kíkir reglulega á þetta, en það ekkert svo langt sem hann var bara í 6-7% fylgi. Nú hann í 24% fylgi á Spáni. Þannig að þessi svona, þetta eiginlega stæðsta svona hreyfingin í stjórnmálum í Evrópu. Ég má tefja þig við þetta, Eva. Þetta svolítið, og því ég var svona búast við því að maður sæi svona kannski bakslag út af Pútín og öðru slíku, en það eiginlega fyrir öfugt, bæði Vox og bræður Ítalíu að vaxa mjög hratt. Já, það þetta mjög áhugavert og maður hefði einmitt haldið að í þessum átökum sem eru í gangi núna, sem eru líka átök milli hugmynda, að þá myndi svona samstæðan með lýðræði og mannréttindum aukast, en þetta örugglega flóknari mynd og maður sér auðvitað samt á hinn bóginn hefur við verið að sjá mikla breytingu innan Evrópu og Evrópusambandsins að það náttúrulega var að gliðna mjög milli ríkja eins og Ungverjaland og Póllands versus þá Þýskalands og Frakklands og fleiri og þá kannski sérstaklega eftir að það komu mjög margir flóttamenn til Evrópu í Sýrlandsstríðinu sem voru samt mun færri flóttamenn heldur en eru núna frá Úkraínu. En einhvern veginn hefur þetta þjappað svolítið Evrópu saman samt og þessi ríki eins og Pólland og Úkraína að taka mjög vel á móti flóttafólki frá Úkraínu og það eru svona vonir sem standa til núna að þetta muni hreyfa einhver leyti Evrópupólitíkina í rétta átt að það verði meiri samstaða og verði hægt að laga aðeins þessa ofboðslega ríku mótstöðu sem hefur verið við komu flóttafólks sem hefur stærsta vandamáli undanfarin ár. Þannig að ég hugsa að það örugglega margt að gera í einu. En það sem gerist líka náttúrulega í stríði að það harðnar í ári og það er mjög mikil hætta á kreppu. Og það hækkar matarverð að hækka mjög hratt núna, sérstaklega því að Úkraína og Rússland framleiða náttúrulega mikið magna af hveiti og þannig að það líka vatn á myllu þjóðinni sinna og þessara flokka að það þegar það harðnar í ári og fólk missi trúna á stjórnmálum. Anton Helgi, bjarteyga skáld, ég kem aftur með svona einhverja sorg til þín. Það ok, ég ætla að leggja það fyrir þraut. Við þurfum að berjast við Pútín og til þess að gera það
að þá þurfum við að taka á okkur sko efnaðslega þrengingar. Þjóðverjar þurfa jafnvel að hafa það svolítið kalt hjá sér þess að við verðum að vinna á móti því. Og á móti kemur að þá vinnu frelsið sigur. Gæti Evrópa tekið svona ákvörðun að taka á sig sko svona fórnir sem að Eva var að benda á að leiða oft til sko mikla stjórnmálarar átaka í samfélaginu og jafnvel einhverja svona umbyltinga. Gætu við tekið svona ákvörðun að taka á okkur mikla þrengingar til þess að hið góða myndi sigra? Ég þori ekki að segja til það sko, en ég á því sko að sko þetta tekur allt tíma eins og sko lýðræðisþróun hvort sem á Vesturlöndum eða Rússlandi eða Austur-Evrópa almennt þetta þarf sinn tíma og eins og Eva benti á sko það sko að fólk finnur einhvern styrk í því gamla kannski í einhverju gamalli festu og sérstaklega núna á þessum tímum sko við finnum það bara hérna á Íslandi, það eru margir skapast óöryggi hjá mörgum þegar landið opnast og við tökum á móti fólki víða að og það fólk sem finnur ógn í því og það tekur tíma að læra á nýjan veruleika þannig og það sá lærdómur sem að öll Evrópa og fleiri lönd þurfa að fara í gegnum á næstum árum við þurfum að læra að taka tillit hvert til annars og að það sé ekki einhver gömul harðstjórn og festa sem að verði það sem að bjargi okkur og það þessi sko hjá svona hægri flokkum sem hafa sprottið upp á síðustu árum og orðið sterkir eins og til dæmis sem að ég hef nú kannski best fylgst með í Svíþjóðardemókratarnir í Svíþjóð sko, þeir spila svo mikið inn á akkurat einmitt þessa hræðslu hjá fólki við innflytjendur, við alla sem eru hreinlega veikari í þjóðfélaginu og verða blása þá upp sem ætli að taka lífsgæðin frá okkur sem erum normal eða eitthvað þess aftur. Og þetta bara samtal sem það þarf að eiga sér stað og rifrildi við fólk. Vonandi þarf ekki stríð til þess og ég hef ekki trúið því reyndar. En hafa Svíþjóðardemókratar ekki tekið vel í því að taka á móti Úkrænumönnum þótt þeir vilja ekki taka á móti flóttamönnum frá Sýrlandi og öðrum stríðshrjáðum löndum? Já, ég hef nú ekki fylgst með því, það eins víst sko. Það eins víst og það náttúrulega sumuleyti náttúrulega svo flókið þetta ástand þarna í Úkraínu svona pólitískt séð sko. Það maður átti sig ekki alltaf á þessi skiptingi hægri og vinstri og flokka maður átti sig ekki alveg á því alltaf með þeim hugsanahætti sem maður hefur hér þegar maður fer þarna austur fyrir sko. Eða bara varðandi sko stríð og hernaðarbandalög. Ég hef tvisvar sinnum verið nýlega í Litáen og fyrir nokkrum árum síðan þá kom mér mjög mikið óvart. Ég átti mig ekki að ég lenti allt inn var á bókmenntahátíð og með ágætis fólki og sem að kunni vel að meta og svona bara fólk svona sem getur verið vinir mínir hér sem bara stalið allt í þessari miklu ógn úr austri Rússlandi og talið bara að NATO og þá upplifði ég sko í augum þessara félaga minna þá bara NATO eitthvað allt annað fyrirbæri heldur við maður þekkir í orðaræðinu hér sko. Og það sko ekki kannski beint frelsandi engill en einhver svona styrkur sem að gefur vonum að það sé ekki hægt að traðka á þeim og þess aftur. Og ég upplifi þetta sem allt aðra mynd heldur en svo sem að hægri voru með hér eða Varðberg eða hvað hétu
þetta einhver hugsanahættur sem svolítið erfitt að setja sig inn í. Þannig meina ég að þetta ekki alveg svart og hvítt eins og svart og hvítt var áður eða upp og niður. Maður skilur þetta ekki. Gauti, þetta reynir á ýmsar hugmyndir okkar, meðal annars NATO. Já, NATO, ég meina, það var náttúrulega svolítið verið sem ég langar aðeins að út af sem Anton sagði áðan, sko, ég man eftir kaldastríðinu á 9. áratugnum, þá var alltaf verið að reyna að afvopna. Þá snéru bæði Sovétríkin og Bandaríkin og Evrópa vildu ná að vera að semja afvopnun. Núna fyrir skömmu kom beinlínis hótun beitingu kjarnorkuvopna. Það finnst mér vera töluverður munur. En sko, ef maður að skoða, ég meina, mér finnst svona ástandið í Austur-Evrópu, það minnir mig oft á Weimarlýðveldið, þýska, sem kom upp eftir fyrri heimsstyrjöld, fyrsta lýðræðistilraun Þjóðverja. Og þar voru stofnanir og samtalið veikt og svo kom kreppa. Og þar með fór þetta allt í leit að einhverjum foringja. Og við erum búin að, sko, við upplifðum kreppu 2008, það kom flóttamannakrísan 2015, svo kom COVID 2020. Ég held að þetta hafi mjög mikil áhrif á fólk víða, að það leitar að einhverju stabiliteti, einhvern veginn, sko, og sem það í Viktor Orbán eða hér hjá okkur í vinstri hægri stjórn samtímis. Þannig að það svona, sko, það eru svo margir faktorar, þessi efnahagslegu og svona, svo náttúrulega alltaf kunnu nasistarnir og það gera alltaf þessi Svíþjóðardemókratarnir, búa til óvinn, þeir byggu til gyðinga og þá sem ógn og svo framvegis og hjá mörgum þessum hægri flokka eru það innflytjendur, sérstaklega til 2015 og þarna fólki finnst þetta, það allavega margir sem kjósa öðruvísi út af því held ég. Og kjósa ekki alltaf endilega það sem mesta frelsið eða mesta lýðræðið eða bestu mannréttindi, fólk kýs eitthvað annað. Já, vill fá eitthvað svona sem örugt, sko. Eða því finnst vera örugt, öllu heldur. Veitir þá tilfinningu að verji þá fyrir aðsteðjandi ógnum og svo framvegis, sko. Maður sér þetta svo á Weimarlýðveldinu af því að það svo augljóst hvernig þarna Hitler kemst til valda í. Hann bara 2% af flokkur, sko, á 3. áratugnum. Og hann náði aldrei meira heldur en í svona almennum kosningum en 30-32%. Þá bara var hann veitt kanslarembætti af Hindenburg og hægrimönnum þar og svo það kveikti hann í þinghúsinu og það með bara var málið lokið, sko. Atli, þú ert að benda á mikilvægi gegnsæis, opinnar umræðu til þess að við getum haldið hér uppi öflugu, kröftugu, lýðræðislegu samfélagi. Gauti svolítið að segja að þegar kannski á reynir að þá þetta ekkert svona gildi sem að vera að segja okkur svolítið að þessu vera að berjast sko hinn vestrænu gildi. Að þá séu þetta kannski gildi sem eru fljótað fólk að velja eitthvað annað frekar heldur en að berjast fyrir þessu. Já, mér hefur til dæmis þótt svolítið einkenna þessa flokka, svona svona skrumflokka, að ef maður hugsar út í hvað þeir eru að bjóða, þá þeir eru að bjóða sko allt fyrir ekki neitt, ofsalega einfalda lausn án fórna, til dæmis að þú getur verið með vinstri og hægri stjórn á sama tíma, en ég þó alls ekki að segja beinlínis að hugsa ríkisstjórna Og svo hitt sem að ég held að geti verið svolítið aðlaðandi þegar það búið að búa til ógnina, að þá kemur oft svolítið svona loforð það að ætla að hata sko innflytjendur, konur, hinsegin fólk, þú veist, og einhverja svona tilbúna elítu, þú veist, einhverja latti leipjandi lið meira heldur en sko þig og þú getur þá sett þig inn í þann hóp sem þú vilt.
Mér finnst það svolítið einkenna þetta og þá þarf maður að spyrja sko, hvert tilboðið hinum megin og þú veist, mér finnst til dæmis mjög svona skýrt dæmi í kosningunum milli Trump og Hillary að Trump eiginlega sagði, þú veist, ég skal hata útlendingana og konur og atvinnuleysingana og hins segir fólk meira en ykkur, á meðan Hillary svona eiginlega lofaði að hlutir yrðu ekkert mikið verri, eiginlega kannski sama og ég ekki að reyna að gagnrýna Hillary sérstaklega, en ef maður hugsa sko eins og varandi Úkraínu, að Úkraína ekki land sem að sko hefur ekki, Úkraína land sem hefur sóst í það að vera hluti af þessu sem við köllum eitthvað svona lýðræðisgildi og opin og þú veist, það virðist vera með minni takmörkuðu þekkingu á úkraínsku pólitík, þá virðist það vera svona leiðarstef bara stjórnmála síðasta áratuga, en ég velti fyrir mig sko hvað koma á móti, sko, þú veist, af því að það er oft talað eins og við sem að berjast fyrir einhverjum sameiginlegum gildum, en kannski ekki það mikill stuðningur með, kannski erum við ekki jafn samheldin og við látum, á meðan einhvern veginn hitt einfalda tilboði hjá skrumurnum, að þeir einhvern veginn ná að sameinast alveg að miklum krafti og eru svolítið svona organizeraðir og það verður rosalega erfitt að keppa við þetta. Ég held til dæmis að stuðningsmenn Pútín séu með miklu sko svona skýrri hugmyndir hver barátta þeirra heldur en við hinn sem viljum þó öll sameinast barátta fyrir einhverju svona réttlæti, þú veist, fyrir opnu lýðræðiskerfi. Og það kannski líka hluti af ógninni. Ok, hvað vill Pútín? Ef það skýrt, hvað það sem að Pútín vill? Ég hef ekki hugmynd hvað Pútín vill sjálfur, sko, en ég get ímyndað mér að ef að þú ert svolítið svona Pútíns maður, þá sérðu fyrir þér að Rússland fái svona sinn réttmæta stað í heimspólitíkinni, geti nýtt sér það efnahagslega vald sem það hefur meðal annars með gasi og auðvitað að NATO sé ekki að nálgast þeirra landamæri, að þessi hluti af svona einhverju sjálfsæðri þjóðaröryggisstefnu þeirra að Úkraína sé bara svona bufferland milli þeirra og svo auðvitað, þú veist, eru vandamál heima fyrir, það voru vandamál fyrir í Rússlandi og þá getur verið í einhvers konar menningarstríði gegn erlendum áhrifum og kennt einhverjum svona sameiginlegum óvinum hvers vegna Rússland að lífskjör hafa ekki batnað fyrir langt flesta. Þannig að tilboðið í raun og veru að hata aðra meira heldur en þig vegna þess að það eru takmörk ekki að þig. Eva nefnir alltaf NATO, en það eiginlega eitt af því fyrsta sem að Zelenski til að gefa upp á bátinn að hætta við að fara í NATO og Úkraína verði hlutlaust land. Já, það var náttúrulega það fyrsta sem hann óskaði eftir, var að fara inn í NATO og eitthvað sem Úkraína hefur sóst eftir og svona eina tilli ástæðum Pútíns til að ráðast inn að hann segist vera að reyna að koma í veg fyrir að Úkraína verði hluti af NATO. Þannig að ég hef nú lesið þessar yfirlýsingar Zelenski og úkraínsk stjórnvalda sem tilraunir til að stilla til friðar og að þetta hafi alltaf verið svona skýrasta krafan kannski frá Rússlandi að þau taki ekki þátt í NATO samstarfi. Og þetta svona leið líka kannski út úr af því að einhver leiti hann náttúrulega réðist Rússland inn og þau héldu að þau væru að fara að vinna á stuttum tíma og að þau væru að fara að vinna stóran sigur. Svo dregst þetta á langinn og fer að verða ansi kostnaðarsamt í lífum og auðvitað líka í fjármagni og öllu. Og þá fer svolítið svona gluggi tækifærana til þess að komast aftur út, fer að lokast hægt og rólega í svona stríði. Og eins og við þekkjum að mörg stríð verða mjög langdregin af því að það hættir einhvern veginn að borga sig að hætta
og þú sérð ekki leiðina út og ég held að þetta að gefa NATO upp á bátinn og að tala að verða hlutlaust land sé leið til þess að halda glugganum opnum og þetta leið til þess bara fyrir Pútín, Rússland, til þess að bakka út að ef að Úkraína fellst á þetta þá þetta ástæða til þess að snúa við og hætta stríðinu. En það gæti haldið áfram. Þú nefndir hérna stríð sem að einhvern veginn ekki hægt að enda, en nú kannski fyrir heimsstyrjöldin svona þekkt dæmi það sem að var eiginlega bara svona bara fast stríð sem að held áfram í einhverju botnlausum tilgangsleysi árum saman. Ég heldur að við getum verið að lenda í því að Úkraínustríðið bara verði þarna. Það sé ekki samið fyrir vorið, heldur getur það verið stríð eftir ár og eftir 2 ár. Það náttúrulega það sem gerist sérstaklega ef að það fara fleiri fylkingar eða af stað og styrkjast og það náttúrulega það sem hefur gerst til dæmis í Sýrlandi og Jemen og víðar að þar fara utanaðkomandi öfl að styðja við hópa og styrkja hópa innan ríkisins og í Úkraínu eru þetta aðskilnaðarsinnar sem að hafa verið að berjast við stjórnvöld og það væri í raun og veru, þú veist, kannski á þess að vera neins konar sérfræðingur í hernaði að þá getur maður séð fyrir sér að ef að þeir fengju áframhaldandi aðstoð utanaðkomandi til þess að halda áfram því stríði og jafnvel að meiri krafti að þá gæti þetta haldið áfram og hefur náttúrulega verið og það má ekki gleyma því að það hafa verið átökarnir síðan 2014 og hefur verið algjört neyðarástand þarna í Donbass-héruðunum síðan þá og allan tíman þannig að þetta gæti það er mjög líklegt að halda áfram átök jafnvel þótt að Rússland dragi sig út. Já. Anton, ég kem alltaf með slæmu tíðindin. Hvernig þú ert svona að tala fyrir svona mannúð og voninni. Ég kem alltaf vonlaust til þín með að við getum jafnvel verið að horfa upp á stríð sem að bara getur ekki hætt vegna þess að við rötum ekki út. Þannig að spurningin er, hvernig getur mannúðin og vonin stöðvað þetta stríð? Hvernig getur vonin og mannúðin stöðvað þetta stríð? Segðu. Ég held að ég held að sé bara forvitni aðra sem bæði er vonin til þess að stöðva stríð og vinna stríð og ég minni á að við erum að tala það hvað myndi stríð halda áfram lengi, ég veit það ekki en bara síðustu stríð sem við höfum fylgst með, við tökum til dæmis við horfum til Afganistan, þar fóru Rússar inn, Sovjetmenn voru það þá 1980 ætluðu bara að skreppa inn og klára málið 1, 2, 3 og allir vita hvernig það fór. Þeir gáfust upp þar og svo komu Bandaríkjamenn og þeir ætluðu að gera það sama og voru í 20 ár og það var í báðum tilvikum alveg vonlaust frá byrjun og meðal annars vegna þess að þetta gengur ekki lengur þessi tól og tæki. Það eru einhverjir sem græða á vopnaframleiðslu og þar fremst í göttunum en ef að stjórnmálamenn ætla að vinna löndið eitthvað þá þurfa aðrar aðferðir og eitt sem mjög gott dæmi frá Afganistan var að þar voru Bandaríkjamenn og vesturveldin vildu kenna nýja siði með þessu stríði og dældu henni fullt af peningum og gerðu eitt og annað en samt var ekkert gert í því ráðgjafar sem að fóru þarna austur, þeir lærðu ekki henni sem í tungumálið, gátu ekki talað við fólk sem að þeir áttu að kenna og annað slíkt. Þannig að hrokin í samskiptum þarf að breytast bara milli þjóða til þess að og manna til þess að við getum náð að tala saman og haft áhrif hvert og annað. Ef við viljum þá gengur þetta. En svo náttúrulega líka, getum við líka hugleitt það, eru á eins og hvaða öfl eru það,
hverjir græða beinlínis á þessu og öðrum stríðum og allir þessari framleiðslu á hertólum og tækjum. Það náttúrulega símiður fullt af fólki sem bara hrósar happið og fær meiri og meiri peningar. Heldur að það séu öfl sem að ráðið miklu? Ég alveg sannfærður það. En það sem kannski betra núna heldur en var fyrir 50 árum síðan eða eitthvað það, nú erum við aðeins upplýstari. Það eru fleiri sem í heiminum sem að vita hvernig svona hlutir ganga fyrir sig og það eru þó að sé svona bakslag í ýmsum varðandi ýmsa hægri öfgum, en þá þó fleira upplýst fólk og ef við smám saman náum bara að tala saman og taka höndum saman, þá einhver verð. Gauti, þú bjartsýnn og Anton? Nei, ég nú ekki alveg bjartsýnn og hann sko. Hvað var það sem Brecht sagði? Fyrst kemur maturinn og svo kemur mórallinn. En þarna, og það það sem ég hef áhyggjur af í þessu stríði, að það verði, ég meina, matarvandamál, bæði á dreifingu og matur fara að hækka mikið og svo framvegis, það eiginlega fyrirsjáanlegt einhverju leyti og þegar byrjað. Og það vita allir að slíkt hefur mjög mikil pólitísk áhrif. Það sagt að franska byltingin hafi byrjað að því að það vantaði brauð og það voru ekki til nóga kökur eins og drottningin á að hafa sagt. Það er sannlega ekki satt sko en þarna og mér líst ekki á blikuna í þeimum. Ég kannski svona bölsýni maður í hérna en þetta eru margar áskoranir sem að koma út af þessu stríði og reyndar sko að þetta haldi áfram lengi. Ég meina það ekki bara Afganistan, það var líka Víetnam, Kórea ennþá vopnahlé, svo náttúrulega var Írak, þeir nú ennþá þar inni í Bandaríkjamennir og það virðist vera mjög erfitt að hafa sko sigur einhver önnur ríki. Ég meina það gerðist í seinni heimsstyrjöldinni þannig að sko að Þýskaland var bara lagt í rúst. Það var eina leiðin til þess að sigra og kannski það sem að Putin að reyna, ég veit það ekki en það virðist ekki vera hægt að sigra svona önnur ríki bara með einhverjum hefðbundnum hernaði og svo bara við með hvíta fánanum sko, það virðist ekki gerast og ég veit það ekki, það alltaf erfitt að sjá þetta fyrir sér sko. Það eina svona sem hefur haldið friðin í Evrópu náttúrulega, þetta Evrópusamband friðabandalag sem tókst þó að halda friðin alllengi. Ég meina, ef við tölum sleppum Júgóslavíu, það var náttúrulega borgarastríð innan fyrrverandi kommunísks eða sósíalísks núveldis. En það hérna sem skýrir líka töluvert afstöðu Þjóðverja til Rússa. Þeir töldu að með viðskiptum væri hægt að gera allt betra. En þeir bara gerðu sér ekki grein fyrir því hvað var að etja. Eða skildu það of seint sko. En ég mjög hræddur að það eins og Eva var að segja sko, að glugginn fyrir það að snúa tilbaka sé að lokast sko, og þetta verði einhver svona eins og hún benti líka á þarna fyrir Donbass hér á hann og það búið að vera í 8 ár stríð þar sem sé og einhvern veginn fest í svona skotgröfum eins og í fyrir heimsstyrjöld sko. Þannig að ég svolítið ég fyrirgeðu, bara allt svartsýn. En ef þetta rétt áræktun hjá Þjóðverjunum að tilraunir með að vera í viðskiptum við Rússana og samþætta rússnesk viðskipti og stjórnmálaelitu inn í viðskipta og stjórnmálaelitu Evrópu, ef það virkar ekki, þá það svona endir á ákveðni svona heimsmynd sem það var tengingin við Kína var byggð á þessu líka, að við
við Vesturlandabúar myndum bara hafa viðskipti við það og þau eru bara ríkir og myndum við endilega vilja fá lýðræði eins og við og þá er allt bara gott í heiminum. En núna er bara, þessi trú er dauð og það þýðir að við erum að fara að sigla inn í heim, mikilla átaka. Já, ég er hrættur. Ég er mjög hrættur það og að þetta sé kannski bara forsmekkur með því. Ég skal ekki segja, ég meina, kannski er þetta dauðateygirnar eins og Anton var að segja, en það hefur eitthvað í grundvallaratriðum breyst. Svona stór stríð valda alltaf straumhvörfum og ég meina, við vitum ekki hvað gerist á næstu árum eða það verður bara matur á skornum skammti eða mjög dýr matur og farið að berjast það, þá getum við séð afleiðingar sem við getum ekki ímyndað okkur enn þann dag í dag. Þetta öryggi okkar hér á Vesturlöndum hefur verið náttúrulega byggt á tilteknum allsnæktum og yfirgangi á öðrum löndum og svo framvegis. Það verður bara að viðurkennast. Ok, þá kemur spurningin, hvernig erum við svona hæf sem samfélag að taka á slíkum tíðindum? Að við erum að horfa á, það er bara breyting, að við erum að laga heimsmyndin okkar og við erum að mæta nýjum áskorunum og hvernig erum við svona bara nýkominu rektinni og alveg til í þetta eða erum við svolítið svona sloppi og feit þarna í stólnum okkar, Alli Þór, erum við svona jólamyndin hjá Netflix fjallaði svolítið þetta, hversu góð við erum sem samfélag að taka á slæmum tíðindum, það var kenningin var svo að við erum bara algjörlega óhæf til þess og það bara breytist allt í vitleysu sem að er hent inn í þetta hringleikahús sem við erum. Erum við góð? Er íslenska geintilega gensían sterk? Eru stjórnmálin sterk til þess að taka á við óvæntum tíðindum? Erum við bara tilbúin í þetta? Sko, ef þú ert að tala intelligensíuna og samfélagið svona í heild sinni en ekki á Íslandi, ég myndi nú taka Íslandi aðeins út fyrir sviga. Við erum ekki vönið að vera leikstjórar í okkar lífi. Já, ég veit ekki alveg. Það er aðeins öðruvísi samt núna, viðbrögðin til dæmis við þessu, heldur en til dæmis viðbrögðin við innansvona í Krímeu og í Georgíu, svo dæmis ég tekin sko að maður hefur hugsað það að þegar Krímeu innrásin var, að þá bara gerðist það og svo bara einhvern veginn gerðist ekki neitt og bara, þú veist, en nú er miklu svona skýrari viðbrögð, þannig að mögulega höfum við getuna til að bregðast við, en það er eins og margt í okkar sögu sem bendir til þess að við séum ekki sérstaklega góð í að takast á við einhverju svona framtíðar vanda, þar að segja eitthvað sem við sjáum algjörlega fyrir og er svolítið stórt vandamál og við þurfum svolítið að sameinast að leysa áður en það gjörsamlega springur framan í okkur og þannig að ég veit það bara ekki alveg. Við virðumst hafa týnt því svolítið að því ég var nú að tala um nostalgíu áðan og þá ætla ég að tala um tíma sem að ég manu þetta ekki neitt eftir og var ekki fæddur en þegar maður horfir tilbaka sko eftirstríðsárin, þú veist, þá hugsa maður bara, þú veist, bara vá, þú veist, þvílík framsýni og farið í rísa fjárfestingar og tekist á við stór svona sameiginleg vandamál og einhvern veginn gerist þetta þá, en ég veit ekki alveg hvernig þetta gerist núna því að mér hefur fundist, já, gríðarlegt viljaleysi til þess að sko horfast í augu við svona framtíðar vandamál sem við getum þá algjörlega séð fyrir. Síðast sem þetta í huga kannski ósonlagið, við gátum nú brugðist við því, en kannski getum við brugðist við þessu. Já, Eva, þú er stjórnmálafræðingur, það er komið fram sko að margt í þessu stríði sem að við þurfum að endurskoða hvað við fáum málmanna og hvað við fáum orkuna, það þarf að flýta orkuskiptum og það þarf að draga úr alþjóðavæðingunni, hún er búin ef að þetta er rétt sem að hér hefur lýst að tortryggni muni einkenna samskipti á milli ríkja, þá er svona hæper alþjóðavæðingin, hún er búin og þá þarf að endurskoða allar virðiskeðjur og byggja upp eitthvað nýtt og þá koma oft hagfræðingar sem er að tala um þetta og þá kemur oft svona eins og efasemdir að við höfum eiginlega svona stjórnmálalega aflið til þess að bregðast svona við
að fara út í eitthvað svona liggur við að menn séu að fara fram á svona nation building eins og menn voru á snemma á síðustu öld, að fara að byggja upp eitthvað svona samfélag sem að við teljum að geti orðið öflugt og stórt og staðist raunir tímans. Þá kemur alltaf þessi efasemdir að kannski eru stjórnmálin okkar orðin eitthvað svo veik að þau bara ráði ekki við þetta. Já, þetta er áhugavert sko. Ég held að ég er kannski ekki alveg sannfærð að alþjóðavæðingin sé búin og þetta marki þau skil, þótt að maður auðvitað, við erum stundum einhvern veginn svo í miðjuna á þessu núna og það er svo erfitt að draga lærdóm akkurat núna við hvað er að gerast, við munum sjá það síðar. En ég hef verið mjög hugsi yfir þessu viðskiptabanni við Rússland sem eru svo ótrúlega eðlileg viðbrögð og þetta er einhvern veginn eina vopnið ef þú ætlar ekki að fara í hernað og þá er þetta svona sterkasta vopnið. En þetta er líka, hefur maður kannski fundist einhver leyti verið að skjóta sig í fótinn með því að missa svona samskiptin við Rússland og missa, að því að leið og við verðum sjálfstætt frá Rússlandi þá verður Rússland sjálfstætt frá okkur. Og ég er ekki viss að það sé endilega það sem við viljum. Ég held að það sé alltaf gott að hafa einhverja línu þarna á milli, þótt að ég efast ekkert réttmætið, ég skil alveg, þetta er það sem er kannski réttlátt að gera akkurat núna, að þá er ég ekki alveg viss að sagan muni dæma þessar aðgerðir endilega vel. Aðalega bara vegna þess að þegar Rússland, ef einhvern tímann, verður algjörlega laust við öll viðskipti við Vesturlönd og algjörlega óháð Vesturlöndum að þá fyrst verður erfitt að tala saman. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að ég vilji lýsa því yfir, að því sé lokið. Ég held að þetta sé leið sem að við höfum fundið til þess að eiga í jákvæðum samskiptum. En hvort að stjórnmálin ráði við þetta, það er alveg rétt það sem að Atli var að segja. Við erum alveg ferleg í að reyna að takast á við eitthvað sem er svona í náinni framtíð, þú veist, við erum alltaf að bregðast við og við getum einhvern veginn, við erum erfitt með að undirbúa okkur. Við sjáum svo vel á loftslagsmálunum og bíómyndir sem þú varst að vísa í á Netflix sýndi þetta svo vel líka. Ég held að það er vonin kannski liggur í nýjum kynslóðum. Það virðist vera, ég veist eitthvað sem sé það í mínu starfi þar sem ég hitti mikið ungu fólki, að það er önnur sýn á stjórnmál og það er önnur sýn á tilgang stjórnmála. Og ég upplifi þegar ég tala við yngra fólk að þau sjá tilgang stjórnmála vera að leysa framtíðarvandamál. Þannig að kannski sjáum við eitthvað von þar. Og ég stela orðinu aðeins. Svo vel. Ég ætla að segja mér langar bara að taka undir það sem ég á að vera að segja, en ég reyndar algjörlega tilbúin að lýsa því yfir að þetta sé engan veginn dauði alþjóðavæðingarinnar. Ég held að þrátt fyrir að sé alltaf verið að spá því og maður sáð mikið í COVID að menn töluðu eins og nú er þessi bara lokið að þá held ég að svona alþjóðavæðingin sýni það að hún er mjög lífseig og að mínu mati svona rétti vegur áfram. Hins vegar má velta fyrir sig hvort að alþjóðavæðingin á svona forsendu eitthvað svona stórkapitals eða forsendu stóra ríkja verði eitthvað veikari. En að því að ég var að tala um þetta með kynslóðamunin, það sem að ég tek svo sterkt eftir og það var ástæðan fyrir ég var að nefna eftirstríðsárin, er að mér finnst ég svolítið hafa verið svikinn í minni æsku. Ég elst upp á 9. og 10. áratugnum þegar ég upplifi miklu meira stolt yfir því að við eigum sameiginlegar stofnanir, Þjóðleikhúsið og erum einhvern veginn í uppbyggingu og það er eitthvað svona sameiginleg sýn það að við sem þjóð og svo bara mannkyn og samfélag sem að leysa einhver verkefni saman. Svo gerist eitthvað, að mínum að það er það nýfrjálshyggjan, hún tætir þetta allt í sig og gerir allar svona stofnanir og verkefni almennings ofsalega lummó. Það skiptir ekki máli hvort það er Þjóðleikhúsið eða háskólarnir eða hreinlega stéttarfélögin.
og ég finn sömuleiðis ofboðslega mikið mun hjá yngri kynslóðum og ég held að ástæðan fyrir að það er svona sving í pólitíkinni eftir kynslóðum að þú veist, þetta er óskin sameiginlegt verkefni að við sem mannkyn leysum eitthvað saman og hugsanlega, ef maður leyfir sig að vera jákvæður, þá þetta stríð og COVID og önnur áföll undanfarin svona upphafið að því, dauði þeirra stefnu að það sé einhvern veginn æðsta markmið alls að moka bara undir einhverja milljarðamæringa, það sé bara hið siðferðislega rétta í staðan fyrir þú veist að fara til tunglsins sem dæmi. Anton, nú kem ég með góð tíðindi þín, það er tími ég-sins búið og tími við-sins sé að rísa upp, það mátti eiginlega lesa það út af því sem allir var að segja, þetta hvað segirðu því? Ég bara að tek undir það sem allir segir og það sem ég var að segja líka áðan. Og ég held að yngra fólk í dag það hafi önnur gildi og eigum ekki að þakka okkur það, Gunnar Smári og Gauti, við erum búin að ala þetta fólk upp. Kannski. Og það sko, alþjóðavæðingin ekki dauð, en það kemur annars konar alþjóðavæðing og einmitt ekki endilega forsendum sko, stórkapitalsins eins og allir sagði. Við höfum önnur gildi og önnur markmið sem við þurfum að alþjóðavæða og erum að einhverju leyti að gera það og við sjáum það nú best í því í baráttu ungs fólks við að vekja athygli á loftslagsvandanum. Það algjörlega sko ný hreyfing og nýtt element sem kemur alveg þvert, finnst mér, á allar stjórnmálahreyfingar sem hafa verið áður. Og þar á bakvið oft alveg ný gildi og hjá maður tala við ungt fólk í dag sem finnst alveg sjálfsagt auðvitað við skulum hægja á hagvextinum, tökum þetta rólega, skulum minnka neysluna og það er fullt af fólki sem talar í fyllstu alvöru svona hluti sem ég held að ég vekja von á mér sko, að það verði hægt að breyta og gera heiminn betri. Það Gauti, slærið þetta eitthvað á bölsinni þína? Já, ég bara þakkláttur fyrir það björnsýni á móti minni bölsinni en svona einhvern veginn, mér finnst nú sko, unga kynslóðin sem mjög upplýst og öðruvísi heldur að okkar kynslóð var kannski, en ég meina á undan mér var kynslóð sem hippa kynslóðin sem söngum frið og svo framvegis og svo þegar hún komst á miðjan aldur þá fór hún bara velferð og svo framvegis öryggi kannski, efnahagslegt öryggi. Þannig að svona, ég ætla svona bíða með niðurstöðu sko, það getur vel verið að við verðum neitt til að taka upp þessi verkefni eins og þarna Atli var að nefna að við verðum að fara að vinna saman þeir átti sig á því allt í einu að þetta orðið bara lífsafkomu spursmál að gera eitthvað í loftslagsmálunum. En þarna svona ég ætla að bíða með að segja húrra. Herðu, það látum við vera lokaorðin, við bíðum við að segja húrra. Ég þakka okkur kærlega fyrir að staldra hérna við og hjálpa mér til þess að skilja þessa tíma. Gauti Kristmundsson, Eva Bjarnadóttir, Anton Helgi Jónsson og Atli Þór Fandal. Tólum svolítið kynslóðir og Viktor Orbán kom við svo hérna. Hann var 1989 von Ungverjalands, nýja kynslóðin sem átti að breyta öllu. En hann náttúrulega núna böl Ungverjalands, þannig getur þetta virkað. Við skulum vona að við eignust fleiri unga Orbána en færri gamla. En takk fyrir í kvöld. Takk svo við.